Í kvöld verða í Akureyrarkirkju haldnir styrktartónleikar fyrir hann Mikael Smára sem 30 ára. Þið eru amma og afi, móður amma og afi Mikka sem þið kallið alltaf svo. Styrktartónleikar hvers vegna? Vegna þess að hann með sem sagt, sjúkdóm, AT sjúkdóm sem erfðasjúkdómur, genatengdur og sem sagt, eins og sagðir hann 30 ára og þetta svona hrörnunarsjúkdómur. Þannig að í dag eru hans kannski bestu dagar og raunar finnst okkur og við vorum að hitta hann núna eftir nokkrar vikur sem við ekki síðan og okkur finnst honum hafa farið aftur síðan í sumar. Og þessi tónleikar semst eru hugsaði til þess að bara létta undir með fjölskyldunni í framtíðinni þegar að sjúkdómurinn verður enn erfiðari og kannski orðið erfiðara fyrir foreldrana að sinna vinnu og sem sagt svona standa við bakið á þeim peningalega sko. Þessi hrörnunarsjúkdómur, hvernig lýsir hann sér? Hann lýsir sér þannig að þetta færniskerðing, það verða vitlaust taugaboð, þannig að líkaminn lætur ekki alveg að stjórn eins og Mikki ætlar sér að gera. Hann ætlar kannski að labba beint en hann slagar til og frá og ræður ekki alveg við stefnuna. Og þetta svona, hann kominn með mikið af hjálpartækjum til að létta honum lífið og líka til að aðlaga hann að því að hann endar með hjólastólinn sem var sitt aðal hjálpartæki kannski í framtíðinni. Og hann komið með göngugrind sem hann náttúrulega hleypur með henni núna pínu því að sko þetta eins og þegar maður að fara að hjóla. Það betra að halda jafnvæginu ef þú ferð nógu hratt. Hann svona hleypur aðeins og þá nær hann frekar að komast en hann hleypur utan í dýrastafi og á húsgögn og þess áttar ef hann gleymir sér og ætlar sér að fara þá líkaminn fer ekki akkurat það sem hugurinn ætlar sér. En hugurinn hjá honum alveg klár og hvernig tekst hann á við þetta? Hann farinn svona að átta sig á sínum takmörkunum, finnst ykkur? Já, hann farinn að gera það með svona ýmsa hluti sem hann þarf að gera eins og kannski fara niður tröppur. Góðum degi, þá lappar hann bara niður tröppunar og styður sig við vegginn. Svo þegar svona lakari dagar þá þarf að leiða hann. Og svo þegar hann á slæmadaga þá sest hann og fer á rassinum eða kallar á hjálp og lætur halda á sér. Þannig hann virðist gera sér alveg grein fyrir svo eins með mat og annað. Hann virðist eiga auðveldara með að borða til þess með gafli og heldur en skeið. Þannig ef hann að fá sér Sirius eða eitthvað með mjólka þá þarf að hjálpa honum því að þá finnur hann, slæmudagana þá finnur hann óöryggi í hreyfingunum. Það svo mikið svona skjálfti og einhver svona ósjálfráðar hreyfingar finnst manni sko. Hann að verða svolítið meðvitaður. Já, hann þekkir á mörguleyti sín takmörk á mörgum sviðum. Og það eru þessi taugakippir, þeir koma náttúrulega, þeir gera ekkert boð á undan sér. Þannig að hann kannski að gera eitthvað og það sem hann heldur á, það hendist bara út í buskan. Þið urðu svolítið vörvita strax þegar hann pínlítill, en kannski enginn átti að sjá hvað var í vændum. Spáði enginn í það hvað það væri. Mammas virtist nú átt að sjá strax að það var ekki alveg í lagi og hún var búin að ganga á milli lækna og það var verið að skoða margt og þau búa út í Danmörku og hún lendi hjá barnalækni í Hróarskeldu sem þar, sem alveg algjör perla og hann hafði vísu aldrei séð þennan sjúkdóm. Nei, hann mjög sjaldgæfur. Já, það kannski einn Íslendingur á 10-20 ára fresti sem að færa þetta. Þetta það sjaldgæft sem betur fer. Já. En hann uppgötvaði var farinn að fá vissan grun í haust hvað þetta væri og sagði þeim það að þetta væri yfir 90% líkur á að það væri þessi óþörri og það kom svo greining aftur í vor. Í loka apríl þá kom endaleg greining, þetta þurfti að fara í náttúrulega mikið rannsóknarferli og þetta tók bara þennan tíma, þessa mánuði, að finna út akkurat, þetta genatengt, hvaða litningur þetta var og allt þess áttar. Og mammans, dóttir ykkar, hún
á annað barn sem Já. ekki gengur alveg heilt til skógar heldur, eða hvað? Hann á Önnu Rakel. Já. Hvað? Nei, hún er með barnagigt, eða nei, ekki barnagigt, hún er með gigt. Já. Þetta er ekki barnagigt, þetta á eftir að fylgja henni. Mhm. Og hún er komin á líftæknilyf og þarf að fara og fá sprautur á 2 vikna fresti. Mhm. Og svo er hún í námi, hún er í mastersnámi, þetta er dugleg kona. Hvernig bara púslar hún þessu öllu saman? Ég veit það ekki. Nei, en þá er líka gott að hafa styrk og sterka sem standa að manni og með manni. Og það er kannski það sem þið einmitt að biðla til Norrlendinga að koma og styrkja tónleikana og sýna kannski ekki síður bara sko andlegan stuðning í verki, heldur en fjárhagslega. Nei, það er alveg rétt. Það er ekkert síður. Nei. Og þarna koma fram góðir tónlistamenn, Eyþór Ingi, gospelkórinn, Heimir Ingimars, Hjalti og Lára, Kvandalsbræður, Óskar Péturs, Þórhildur Örvars og sjálfur Gísli Einars ætlar að kynna þetta. Já. Þannig að það er von á góðu kvöldi. Já, og skemmtilegu kvöldi. Já. Það er eiginlega aðal tilgangurinn að fólk komi, skemmti sér og bara njóti stundarinnar líka. Skulum gera það og takk fyrir lífið er til þess að njóta þess. Það er einmitt til þess og hann virðist kunna það, þessi litli gullmál ykkar. Já.